Það ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næstu koma að því að tala aðeins leikhópinn sem kalla sig Næsta leikrit og það einmitt komið að næsta leikriti hjá þeim en þau voru að sýna sýningu á Húna öðrum skipinu hérna í sumar. Verið velkomnir, herramenn. Takk fyrir. Hvað getið þið sagt mér að þú byrjar að þið segja mér frá þessum leikhóp? Hvernig var það nú til og hvers vegna? Sko, ég myndi segja það byrjaði allt svona með bara í sumar þá var búið okkur að taka þátt í verki á Húna og það var sent tölvupóst sem voru að krökkum sem voru í leiklistarskólanum hérna, á Akureyri og væri búið að taka þátt, Já, það var bara búið að krökkunum að taka þátt og það voru nokkur sem tóku þátt og við settum saman leiksýninguna og eftir sýninguna þá fannst okkur hópurinn svo flottur að við ákveðum bara að reyna að hittast aftur seinna og gera leiksýningu. Og þekktust þið öll fyrir? Ekki alveg öll en ég þekkti flestu en það voru sum sem þekkti ekki neitt. En þið byrjuðu sem sagt í rauninni að vera hjá leiklistaskólanum, hjá Leikfélagi Akureyrar sem að telst nú dálítið einstakur að það sé boðið að vera að læra leiklist hjá fagmenntuðum leikurum. Hafið þið farið oft og hvernig hefur það nú nýst ykkur? Það hefur nýst mér bara mjög vel sko. Ég hef búin að vera svolítið lengi hérna í þessum skóla sko og það hefur nýst mér bara mjög vel. Já. Og hvað með leikritið í sumar? Hvað getið þið sagt okkur um það? Hvernig var það? Það var bara mjög skemmtilegt og blautt. Og blautt? Og mjög blautt. Nú? Það er mikill gusugangur og bara sumt bara vont viður en þetta var gaman, mjög. Og hvers konar leikrit var þetta? Þetta var svona sjómannaleikrit. Og þið gerðu þetta bara borð í bát, það hlýtur að vera svolítið sérstakt að einmitt að það eru veður og vindar sem að fara að hafa áhrif á leikriti allt. Já, það var sumir sem meiddu sig eitthvað aðeins en maður þarf að hlaupa svona að koma sig á staði en þetta var bara mjög gaman. Já. En næsta leikrit sem framöndan, hvað segið þið mér frá því? Frá leikritin sem við erum að fara að gera? Já. Við erum sem sagt að fara að gera svona leikrit sem er blandað af nokkrum ævintýrum sem við erum búin að vera að skrifa bara sjálf og við sömdum líka öll lögin sjálf og svo erum við bara búin að vera að æfa á fullu og svo erum við bara að fara að frumsýna núna í kvöld. Já. Og að skrifa sig, það er tvennt ólíkt að vera kannski að leika eða að vera að skrifa og hvað þá semja tónlist. Hvernig gekk það allt saman? Það gekk mjög vel. Ég tók það svona aðalega að mér að semja lögin og það tókst vel. Allir fengu eitthvað þátt í að gera allt. Eins og skrifa handritið og við náðum því náttúrulega líka bara á ógeðslega snöggum tíma. Skrifum hvað var 50 blaðsíður á 10 dögum. Já, eitthvað svoleiðis. Já. Það var mjög. Og hvernig virkar handritsvinnan? Setjist þið bara á hvað er þið mörg og setjist þið niður og... Við vanalega bara komum nokkuð saman. Við vorum vanalega svona 3-4 en það kom svona, við vorum stundum, náðum aldrei öllum hópnum saman en það voru allir sem komu einhver tíman. Settumst oft niður bara í ísbúðinni og tókum tölvu og... Við vorum með tölvu og gítarinn og... spilum og skrifum og þetta kom svo bara vel saman. Og þið sækið innblásturinn í ævintýri, sagðirðu? Já. Þessi hefðbundnu, erum við að tala um Mjallhvít og dvergana og sjö og eitthvað í þá áttina eða hvers konar ævintýri? Já, það er Mjallhvít, svo er það Pétur Pan, Gosi og svo Gullbráðabeitinni 3. Og ég giska á að þið séu ekki að fara með nákvæmlega upphaflegu sögurnar, eða hvað? Svona, ekki alveg en svona smá í þær. Smá í þær. Og hvað með alltaf umgjörð? Hvernig er það fyrir, þið eru 14 ára gamlir, á hvert er aldurspili hjá ykkur? Sko, elsti í hópnum er 15 ára að vera 16 og yngsti er 12 ára. Já, þannig að þetta er mjög ungur hópur. Hvernig gengur ykkur að sjá um alla umgjörð? Því það er mikið við þetta að auglýsa, markaðssetja, finna húsnæði. Það sko, við fengum þetta allt í gegnum Leikfélagið. Þau hjálpa okkur mjög mikið. Og síðan, ef okkur vantaði, við fórum upp í eitthvað húsnæði hérna að leita búningum. Okkur vantaði eitthvað og fórum við bara heim til okkar og fundum eitthvað. Og
sviðsmynd og allt. Pabbi minn hjálpaði mér að setja það upp og hópurinn náði að koma bara sviðsmynd og þessu okkur vantaði. Bara redda þessu? Já. Já. Fáið þið þá stuðning líka væntanlega heima? Já, við höfum alveg fengið frá nokkrum. Það hefur nokkru foreldrar verið að koma á svona æfingar og horta á sýninguna. Og hvar ætlið þið nú að sýna? Er í Rýminu. Í Rýminu, sem sagt húsnæði Leikfélags Akureyrar. Já, fyrir neðan leikhúsið. Og eru þið stressaðir fyrir kvöldinu? Nei, ekkert svo. Nei, orðnir sjóaðir af húna. Já. Þannig að, en ef fólk vil mæta og hvenær verða sýningar og hver getur Sko, það er sýning í kvöld klukkan 8 en hún er uppseld. Við uppseldum mjög snöggt. En sjá, eru líka sýningar á laugardaginn klukkan 4 og klukkan 8. Og síðan erum við ekki alveg viss hvort við ætlum að hafa fleiri sýningar að fer eftir í hvað verður mikil eftirsókn og hvort við getum sýnt. Þannig að það kemur allt í ljós seinna. En getur fólk þá bara mætt og keypt miða á staðnum? Sko, það er hægt, en það er líka þetta að panta miða bara, við settum bara upp Facebook-síðu og það er þetta að senda ykkur bara skilaboð það með fullu nafni, símanúmeri og fyrir hvaða aldur miðinn er. Og hver er Facebook-síðan? Hún er facebook.com/naestaleikrit. Naestaleikrit, eða næsta leikrit. Það er ekki að gera æ. Nei. Yndislegt, bara flott framtak hjá okkur og virkilega gaman að sjá fólk bara gera þetta sjálft. Já. Ánægð með ykkur. En við bara hvetjum fólk til þess að kíkja á þessa sýningu í Rýminu og við ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.